Við munum eftir meginsetning eða höfuðsetning, meginsetning algebrunnar, þess að sérhver margliða með rauntalastöðlum, lítið það einhvern veginn svona út, nefntastiks, það er eitthvað CK hér á x-veldinu K, þetta er það bara C0 plus C1x plus C2x í öðru, alla leið upp í Cnx í veldinu n. Sérhver margliða er þættanleg eða þáttanleg yfir tvinntölurnar, bara í línulega liði. Það er að segja, það er að skrifa margliðuna svona. Hér er einhver línulegur liður, kannski bara q1 af x og svo sinnum q2 af x upp í eitthvað, já, qk af x, það sem að n af x. Sko þá lítur hver marglið einhvern veginn svona út. Hún er lína a x plus b og kannski a númer k og b númer k. En þá geta a og b verið tvinntölur. Ef við viljum ekki á tvinntölur, að hún er þættanleg yfir rauntölurnar. Það geta verið línulega liðir, en einnig sko liði á forminu svona. Það er að segja, ef við horfum á þáttun margliðunar, það er þetta sem höfuðsetningin segir, höfuðsetning algebrunnar, að þetta hér er lína, þetta er lína og þetta er lína, ef að stuðlarnir mega verið tvinntölur. Ef við bönnum það, þá getur Q1 til dæmis verið fleipói, eða Q2 eða Qn. Það er allt og sumt sem þetta segir, en þetta er mjög merkilega niðurstaða að það skulle alltaf vera hægt að fá þátt að þetta annaðhvort í línulega liði eða ferningsliði. Og svo verðum við líka náttúrulega að muna eftir því sko að einhverju tveir liðir geta verið eins. Það er að segja Q1 gæti alveg verið nákvæmlega eins og Q2. Þá fáum við bara Q1 í öðru veldi. Það er kannski bara fínt að skoða þetta með dæmum. Því þetta er það sem að gera það að verkum að við getum stofnbrotaliða. Þessa kunnum við, x í þriðja mínus 3x í öðru plus 3x mínus 1. Við getum þátt að hana í 3 línulega liði. X mínus 1, x mínus 1, x mínus 1. Hér vill bara svo til að þeir eru allir eins. Við kunnum að margfalda upp og við fáum það stöðlana þarna úr klaska þríhyrningnum okkar. Kannski dæmi 1, dæmi 2, x í öðru plus 1. Það er ekki að þátt að þetta í 2 línulega liði með rauntölu stöðlum. En það er hægt að gera þetta svona. X plus y og svo x mínus y. Það er þetta þáttana yfir c, segir maður. Þá eru stöðlarnir tvinntölur. En þetta eru línulegi liðir. Þetta er lína og þetta er lína. Almennt eigum við ekki góða formúlur til að þátta nema annarstiks formúlun okkar. Annars getum við gert eins og við gerðum þegar við varum að æfa okkur. Við reynum að finna rót og svo notum við margliðudeilingu til þess að lækka stigið á því sem eftir er. Það er nema hvað? Þetta getur sem sagt verið á alla vega. X í þriðja mínus 2x mínus 3. Þetta er nú bara þægilegt að giska. X mínus 3 plus 1. Til dæmis þessi. Hérna eru búin að þátta, það er x í öðru. Hérna eru búin að þátta í 2 línulega liði. Stofnbrotaliðun, hún byggir þessari hugmynd. Stofnbrotaliðun, þá höfum við alltaf einhverja margliðu hér, p af x á móti q af x. Þess að p og q eru margliður.
Þannig að þetta lítur einhvern veginn svona út. AK x í veldinu jóð. Jóð leipur frá einum upp í eitthvað m. Deilt með margliðu og hann getur skrifað sem k hleypur frá, fyrir 0. K hleypur frá 0 upp í n og einhver aðri stöðlar hér. Ég verður að hafa leppbreyturnar mínar réttar. CK x í veldinu k. Svona, þetta eru bara einhverja margliður. A0 plus A1 x í fyrsta plus A, hvað endaði ég? M x í veldinu m deilt með C0 plus C1 x í fyrsta og alla leið upp í Cn, já, x í veldinu n. Svo séu yfir rauntölurnar. Það þýðir að A-jóðin og C-káin eru rauntölur. Svona. Það getur verið erfitt en það er alltaf hægt að þátta. Nú byrjaði ég að skoða þessa hérna margliðu. Einn á móti henni. Hvernig við stofnbrotaliðum hana. Dæmi. Reiknum þetta heildi. Segjum bara ef við ætlum að gera það. X í öðru mínus 2x mínus 3 dx. Við skoðum að síðasta dæmablaði formúlu fyrir því hvernig á að gera þetta, en það kannski ekki endilega auðvelt að muna niður annað og það er oft fljótlegast að reyna að stofnbrotaliða. Þetta væri voða notalegt ef að hér stæði 2x plus 2. Nei, mínus 2. Því þá get ég náttúrulega notað u-innsetningu. Ég sé að teljarinn er afleiða nefnarans. Byrjum þá á því. U er x í öðru mínus 2x mínus 3. Du er 2x mínus 2. Þá er þetta auðvelt. Þá fáum við du er 2x mínus 2 dx. Flottir. Ég er með það nákvæmlega hér. 2x mínus 2 dx. Þannig ég get sett du hér og u hérna. Kannski er fallegra að sjá þetta svona. Og þá er þetta komið. Þetta er náttúrulega lórin af. Þá taka tölugildi, u, plus fasti og svo setja inn u-ið. Plus heildarnafasti. Búið. En ef að við erum ekki með akkurat du dx fyrir ofanstrik, eða sem sagt du fyrir neðastrik og ofanstrik, þá stofnbrotaliðum við. Skoðum það aftur, 2, og aftur skoðum þessa hérna, x í öðru mínus 2x mínus 3 dx. Og það sem við gerum, leysum þetta heildi. Og við byrjum á því að þátta x í öðru mínus 2x mínus 3 og við vorum búin að því. Það sem að stofnbrotaliðun gengur út á er að ég vil finna tölur a og b þannig að 1 á móti x í öðru mínus 2x mínus 3 sem jú, bara við þáttum, x mínus 3 sinnum x plus 1. Þetta er a á móti x mínus 3 plus eitthvað tala b á móti x plus 1. Af hverju höldum við að þetta sé hægt? Jú, bara vegna þess að við höfum svo oft fengið dæmi af þessari gerð. Ég vil bara setja það hérna aðeins fyrir neðan. Það er til dæmis með 1 á móti x plus 1 og svo hérna kannski 2 á móti x mínus 2. Við þekkjum þetta vel. Það er sagt einfaldið eða gerir samnefnt eða hvað nú heitir. Við erum að fara sérst í öfuga átt við það. Þá myndum við lengja hér með samnefnaranum. Þannig að stofnbrotaliðun er öfug aðgerð við það að gera samnefnt. Hérna vantar okkur x mínus 2
og hérna vantar okkur x plus 1 og þá höfum við gert samnefnt, setjum 1 strik, x minus 2 plus 2 sinnum x plus 1. Hérna hefur x minus 2 og x plus 1, svo einföldum við, fáum x minus 2 margföldum upp á svigum, fáum 2x plus 2, deilt með x minus 2 sinnum x plus 1. Við sjáum að tvistarnir að fara, þeir liðast burt, við fáum x plus 2x sem eru 3x. X minus 2 og svo x plus 1. Ef við lesum þetta nú að neðan frá og upp og þetta væri verkefnið. Það sjáum við að þetta hér er erfitt, en þetta hérna er auðvelt. Við mögum bara liða heildið. Og við fengjum þá bara svarið, já, ellin af x plus 1 plus 2 sinnum ellin af, þetta fengjum við 2 sinnum ellin af x minus 2 plus eitthvað fasti og hérna fengjum við ellin af x plus 1. Við erum bara að gera allt aftur á bak og svo hérna eitthvað fasti. Og ef við myndum vilja taka eitt skref enn, þá getum við sett tvistin okkar hingað, nota svo lágra reglur og fengjum þá ellin af x plus 1 sinnum x minus 2 í öðru plus fasti. Það sagt, við erum að gera þessa hluti aftur á bak. Með eitthvað svona dæmi og við viljum finna aðferð sem að gerur okkur kleift að rekja okkur þessi skref tilbaka. Það er nákvæmlega það sem við ætlum að gera hér. Þetta er, þá skiljum við allavega hvaðan hugmyndin kemur og það sem að við getum alltaf gert samnefnt og það sem við þekkjum höfuðsetningu algebrunar, þá vitum við þetta hægt. Sem sagt, ég er með þetta hérna og áfæð þetta út. Nú gerum við bara eins og svo ofta áður, við einbindum okkur af því sem þægilegra er og við ætlum að losa okkur bara við nefnarann í næsta skrefi. Og þá margföldum við gegn með samnefnaranum. Þá fáum við, já, margföldum við gegn með x minus 10 sinnum x plus 1. Þá fáum við a, hérna setjum við x minus 3, hérna setjum við x plus 1 og í nefnara var x minus 3 plus b sinnum x minus 3 sinnum x plus 1 og hérna var fyrir x plus 1. En með þessu móti losnum við nefnarann. Og við gerum þetta náttúrulega hérna líka. Þá sjáum við að hliðin lengst til vinstri, hún er bara F1. Það er bara 1 eftir þar. Einföldum við. Og fáum þá a sinnum x plus 1 plus b sinnum x minus 3. Set kannski hér 1 á að vera þetta. Og margföldum upp á svigum, fáum ax plus a plus bx minus 3b. Og þetta bara áfram að reikna og við gerum eins og venju vant. Við tökum fasta saman, fáum a minus 3b, fáum a minus 3b plus, svo tínum við saman störuna sem standa við x, það er a og b. A plus b. Og nú þurfum við að spá aðeins í hvernig við höfum að hugsa þetta. Sko, það er allavega þetta hérna. X í 0 er 1 og 1 er x í 0. Þannig við erum með einu sinni x í 0 og x er x í fyrsta plus 0 sinnum x í fyrsta. Ég er bara að stilla vinstri hliðinni upp hér þannig ég sjá í skýrt hvaða tölur eiga saman. Það sem stendur við x í fyrsta er a plus b og 0. Þannig a plus b verður að vera 0. Það sem stendur við x í 0 er 1. Og þá er ég komið með jöfnunheppi.
Ég kannski skrifa þetta upp svona, það sem stendur vex í núllta. Vinstra megin, kannski þægilega að byrja á þessu hér, a mínus 3b á að vera 1. A mínus 3b á að vera 1. Ég horfi bara á það sem að stærðfræðin segir mér. Og það sem stendur við x í fyrsta, það er a plus b og það á að vera hvað? 0. 0. Og þá vitum við hvað við höfum að gera og það er kannski, ég getur kannski kalla þetta hérna jöfnu númer 1 og þetta hérna jöfnu númer 2. Og ef ég segi nú jafna 2 mínus, eða jafna 1 mínus jafna 2, kannski ég gerir það, jafna 1 mínus jafna 2 og fæ ég a mínus a, það er líka liði, a mínus a er 0 og mínus 3b mínus b er mínus 4b og svo lokum 1 mínus 0 er 1. Og þá veit ég að b er mínus 1/4. Og svo sé ég bara þessari hérna jöfnu að a er mínus b og a er 1/4. Þá hverf ég aftur hingað, sem sagt, þetta hér var ég búinn að fá að vera 1/4 og þetta hér er mínus 1/4. Þannig að nú get ég reiknað heildið tiltölulega létt. Þá skrifa ég bara heildið upp aftur. Í staðinn fyrir þennan heildistofn hérna, þá er ég búinn að skrifa hann sem summu tveggja liða sem eru línulegir nefnara og það er alltaf logri. Þannig að þetta verður þægilegt. Þá get ég skrifað að 1 á móti x í þriðja mínus 2x mínus 3 dx er, kannski ég sýni formið fyrst, það átti að vera a og svo varum við með x mínus 3 plus b sinnum x plus 1 og svo heildum við yfir það allt saman. Og svo notum við náttúrulega það að heildun er línuleg aðgerð, þannig við meðum taka a-ið út fyrir, það er fasti, þá hefur við 1 á móti x mínus 3 dx og b-ið út fyrir hinum megin, ef við viljum, 1 á móti x plus 1 dx. Og nú set ég kannski bara a-ið inn, það var 1/4 og b-ið var mínus 1/4. Þá er þetta beint af augum. Við erum með 1/4 sinnum ln af tölugildinu af x mínus 3 plus mínus 1/4 náttúrulega logrin af tölugildinu af x plus 1 plus heilduna fasti. Og þá er þetta komið. Ef við viljum, þá getum við líka tekið eitt skref enn, tekið 1/4 út fyrir og skrifa þetta sem ln. Þá erum við með mismun á logrum og mismunur logra er logri af hlutfallið þeirra. Ég get skrifað þetta svona líka, en það er ekkert endilega neitt fengið með því. En þá minnir þetta okkur á formið sem við vorum með á dæmablaði númer 9.